Komið sæl, ég heiti Eyrún. Ég ætla í dag að tala ferðaþjónustuna út frá sjónarhóli heimamanna, en það hefur verið eitt af mínum aðalviðfangsefnum núna síðustu 4 ár eða svo, frá því að fyrstu mælingar hófust árið 2014. Það mér í raun og mér mikil ánægja að koma hérna í Stykkishólm. Ég kom hérna á mánudagsmorguninn og ég hef verið að taka viðtöl við íbúa hérna í Hólminum og svona vil nota tækifæri og bara þakka Hólmurum fyrir að taka vel á móti mér og vera tilbúin til að ræða ferðamál út frá sínu sjónarhorni við mig. En í dag ætla ég að ræða það, en samt ekki út frá þessum viðtölum, heldur svona þeim gögnum sem að á undan hafa komið. Þessi mynd hérna, hún sýnir fjölda erlendra ferðamanna á Íslandi síðustu 60 árin. Hún hefur gjarnan verið notuð til marks það hvernig landslag ferðamála eins og við þekktum það breyttist nánast í einni svipan. Lengi framan af að þá var vöxturinn nokkuð stöðugur, en svo varð mikil breyting á eins og við þekkjum öll. Þegar hrunið varð fyrir 10 árum, var fólk í ferðaþjónustu líkt og öðrum atvinnugreinum og almenningur allur í rauninni að átta sig á nýjum veruleika, enda breytti efnahagshrunið ýmsu í landslagi ferðamála eins og annars staðar. En það sem ferðaþjónustan kannski hafði meðal annars var möguleikinn til að afla gjaldeyristekna, sem var svo kærkomin á þessum tíma, enda tók ferðaþjónustan að vaxa mitt í alþjóðlegri kreppu. Og þegar uppi á staðið árið 2009 þá var Ísland það ár eitt fárra landa í Evrópu sem upplifði vöxt í ferðaþjónustu. En fjölguninni fylgdu líka miklar breytingar og það má kannski segja að þessi ár sem eru liðin frá hruni hafi undirstrikað að í ferðaþjónustu mikið breytingaafl. Við stóðum frammi fyrir alls konar áskorunum sem okkur svona óraði eiginlega varla fyrir, eins og þáverandi ferðamálastjóri benti á í árslok 2012. Það þurfti að finna lausnir á fjölþættum vanda og það þurfti að finna það hratt. En það í rauninni þarna árið 2012 sem að verða ákveðin þáttaskil. Og ég set þetta fram svona að fjölgunin hafi átt sinn þátt í að knýja í gang breytingar. Það var farið að tala meiri þunga álag af atvinnugreininni og þá sérstaklega á náttúru landsins, sem var reyndar ekkert nýtt þá, álag á ýmsa innviði almannaþjónustunnar og það sem kannski minnst af öllu hafði verið rætt í íslensku samhengi, að það var upplifun íbúa á því hvernig að búa við nær stöðuga nærveru við ferðamenn og ferðaþjónustu. Og hérna á myndinni birtast viðhorf heimamanna í hópi helstu áhrifavalda og drifkrafta ferðaþjónustunnar í sviðsmyndagreiningu sem var unnin fyrir 2 árum. Hérna eru viðhorfin einn af áhættuþáttunum sem þurfa að taka tillit til í ákvarðanatöku yfirvalda og annarra hagsmunaaðila í framtíðinni, þar sem það myndi mjög líklega hafa alvarleg áhrif á ímynd og gæði ferðamennskunnar ef áreiti ferðamanna á landsmenn yrði það mikið að þolgæði landsmanna bresta eins og það orðað. En á hverju þarf að huga að heimamönnum? Ferðaþjónustan, hún byggir á samskiptum gesta og gestgjafa og þau samskipti eins og raunar samskipti öll fela í sér ákveðið umbreytingaferli. Það ferli getur verið þroskandi og eflandi á allan hátt, sé umgjörð þessara samskipta með sem bestum hætti og það sem mikilvægast og grundvöllurinn á jákvæðri útkomu, sé þessi samskipti á forsendum beggja aðila, bæði heimamanna og gesta. Og það má það kannski ganga út frá því að viðhorf séu meðal lykilþátta fyrir sjálfbærni áfangastaða, enda ólíklegt að sjálfbærni náist ef heimamenn styðja ekki við eða eru sáttir við það sem að vera í ferðaþjónustunni, hvernig ferðamenn ganga hvort þrengt að þeim í daglega lífinu og svo framvegis, enda geta viðhorf íbúa haft áhrif á upplifun ferðamanna. Og við erum búin að vera að kalla þetta, eins og ég sagði áðan, undanfarin 4 ár, bæði á landsvísu, þar sem hefur gert landskönnun 3. hvert ár og innan tiltekinna svæða sem þá gert þess á milli. Og það margt sem við erum að skoða í þessu
eins og sést hérna í upptalningunni. Þetta alls ekki tæmandi, bara svona til að nefna nokkur að þá svona til dæmis hvað landsmönnum finnst fjölda ferðamanna, áhrif ferðamanna á daglegt líf og hvort í rauninni landsmenn finni að þeim sé ýtt til hliðar vegna ferðamanna, bæði í rými og tíma og hvort að samfélagið hafi breyst að einhverju leyti og þá könnum við líka hvort að heimamenn séu meðvitaðir jafnt jákvæð áhrif sem neikvæð og svo margt fleira. Ég get ekki farið út í allt þetta hér í dag, en svona ég ætla að taka útgangspunkt í viðhorfi til fjölda ferðamanna, þar sem það var nú kannski að einhverju leyti fjöldinn eða fjölgunin sem að leiddi okkur þangað sem að við erum í dag. En áður en ég fer í niðurstöðunar, að þá langar mig aðeins að sýna eina mynd og hún sýnir hvert hlutfall ferðamanna í landshlutum miðað við íbúafjölda á hverju svæði. Og þetta hlutfall, fjöldi ferðamanna per íbúa, það getur gefið vísbendingar hugsanlegt árstíðabundið álag á umhverfi og samfélagssvæða. Og tímabilið sem hérna ræðir nær frá upphafi mælinga í landamærakönnun sem að Ferðamálastofa og Hagstofa Íslands standa sameiginlega fyrir, sem að hófst í júlí í fyrra og svo fram. Og það sem við sjáum hérna að dreifing ferðamanna mjög misjöfn, bæði eftir landslutum og eftir árstíma. Við sjáum að hlutfallið nokkuð jafnt fyrir allt árið hérna á höfuðborgarsvæðinu sem í kringum 1 ferðamann per íbúa. Og svo sjáum við mestu árstíðasveifluna á Vesturlandi þarna, og Vestfjörðum og Austurlandi. Hvernig fjöldi ferðamanna á íbúa breytist eftir mánuðum, fer úr svona cirka 7 til 13 ferðamenn á hvern íbúa á sumrin og fer svo niður í 1 til 2 á veturna. Þetta eru vissulega stór svæði og það líklegt að fjöldinn sé ekki að dreifast jafnt í landshlutana, en við vitum samt að þetta fólk sem á dvalartímanum deilir opinberu rými með íbúum sem og þjónustu og aðstöðu og maður getur auðveldlega ímyndað sér að það getur reynt á allar aðstæður. En hvað finnst svo landsmönnum þennan fjölda? Hérna sjáum við það. Hverjir landsmenn hafa svarað fjölda erlendra ferðamanna á Íslandi á sumri og vetri. Sömu spurningar voru lagðar fyrir úrtak landsmanna í símakönnun 2014 og 2017 og við sjáum að landsmenn virðast almennt ekkert hafa miklar áhyggjur af fjöldanum, hvorki á sumrin í á veturna, þó svo öfgarnar séu kannski meiri í veturinn, annarkvort of-fáir ferðamenn eða hæfilegur fjöldi. Og í könnunin 2014 þá kom í ljós að meiri hluti landsmanna taldi að fjöldi ferðamanna væri hæfilegur. Og 3 árum síðar var meiri hluti landsmanna enn sömu skoðunar. Það sem helst breyttist milli kannana var að landsmenn sem sögðu fjölda ferðamanna of lítinn, þeir voru orðnir fleiri og þeim fækkaði sem sögðu fjölda ferðamanna of mikinn. Hann hérna rétt í kringum 30%, hann í raun og veru ekkert rosalega stór, hann svipað stór í öllum landshlutum en hann var svona aðeins stærri á Suðurlandi heldur en annars staðar. Og þetta finnst mér svona í sjálfu sér svolítið athyglisvert, svona í ljósi þess að á sama tímabili og við gerðum þessa könnun, þá fjölgaði erlendum ferðamönnum 29% að jafnaði á ári. Þessi tafla, hún sýnir okkur að langflestir landsmenn verða nánast daglega varir við ferðamenn, við íbúarnir sjáum ferðamenn mjög oft. Og það eiginlega nánast sama hvar borið niður. Norðurland, Suðurland, Reykjanes, þetta eru svæði sem hæst hlutfall heimamanna sem verða daglega varir við ferðamenn. En það sem líka athyglisvert hérna að íbúar á höfuðborgarsvæði og Vesturlandi, þeir skera sig úr fyrir þær sakir að þar eru hlutfallslega færri íbúar daglega varir við ferðamenn á öðrum svæðum. Þess að íbúar á þessum svæðum virðast sjá ferðamenn sjaldnar, en klárlega oft samt. Við sjáum samt líka að ferðamenn, þrátt fyrir það að við sjáum ferðamenn mjög oft, að þá telja landsmenn sig almennt ekki verða fyrir meira ónæði en áður vegna ferðamanna. Og við sjáum það betur hér á myndinni. Norðurland sker sig frá hérna, þar fundu íbúar langminnst allra hópa fyrir ónæði, það er rétt upp 80% sem að fundu ekki fyrir auknu ónæði. Og Suðurland hérna með hæsta skorið, en við vitum líka að ferðamannastraumurinn liggur svolítið mikið suður.
Það margt fleira sem við erum að sjá áhugavert úr þessum niðurstöðum og hérna tafla sem að sýnir tengsl milli þess hvað landsmönnum finnst fjölda ferðamanna og hvernig þeir svöruðu öðrum spurningum í könnuninni 2017. Og hérna búið að taka inn aðrar spurningar, þáttagreina og þá komu út þessir 3 þættir sem eru þarna efst. Náttúra og umhverfi, atvinnulíf og efnahagur og mannlíf og samfélag. Og í stuttumáli það sem þessi tafla sýnir að eftir því sem við sjáum hærra meðaltal á kvarða sem var frá bilinu 1-5, því jákvæðari voru svörin. Og það sem gerist að eftir því sem fólk var jákvæðara í afstöðu til fjöldans, því jákvæðara var það í afstöðu til annarra þátta í könnuninni. Og við sjáum hvernig meðaltalið hækkar eftir því sem við förum neðar í töflunni. Og ég gef mér þá að of margir ferðamenn séu neikvætt. Eitt varðandi þáttagreininguna, þá langar mig að nefna það að landsmenn, þeir kunnu best að meta áhrif ferðamanna á mannlíf og samfélag, síðan á atvinnulíf og efnahag, en þeir kunnu síst að meta áhrif ferðamanna á náttúru og umhverfi. En við erum búin að gera fleiri útreikninga, en þeir hafa í raun og veru allir leitt okkur að svipari niðurstöðu. Heilt yfir hafa viðþorfin haldist jákvæð og jákvæð viðþorf voru mjög áberandi. Og við fundum tengsl milli viðþorfa og þess hvort að ferðamenn eru áberandi í samfélagi heimamanna, því meira sem landsmenn eru varir við ferðamenn því jákvæðari voru þeir. Og það sama átti við samskipti. Eftir því sem samskiptin voru tíðari, jókst jákvæðnin. Og það sama með lífsgæði. Því jákvæðari viðþorf, því betri lífsgæði. Því betri áhrif á lífsgæði fyrir Guði. Mér langaði aðeins að draga þetta fram. Þetta mjög smátt. Það kannski kemur ekki að sök. Við báðum fólk að segja hvað því þætti vera jákvæðast í ferðaþjónustu í þeirra heimabyggð og hvað væri neikvæðast. Þetta voru opnar spurningar og hérna eru svör allra tekin saman í orðaský og þau eru sett saman með orðum svarenda. Ég hef ekkert átt við þetta orðalag og þá verður eiginlega skörun, hún verður óhjákvæmileg. En orðaský virka þannig að því stærra sem letrið því oftar kom svarið fyrir. Og ef við skoðum fyrst þetta jákvæða, að þá standa nokkuð skýrt fram þessi stóru, fjölbreytnin og mannlífið, þjónusta og atvinnumöguleikar og svo þetta tekjurnar. Og svo margt af þessum svörum hafa samfélagslega skírskotun. Eitthvað sem skiptir samfélagið máli. Mannlífið og lífsgæði, meira líf og það að kynnast nýju fólki. Og svo eru hlutir sem hafa efnahagslega skírskotun eins og tekjur og störf. Svo við horfum á neikvæðaskýið að þá það mjög áberandi að svörin dreifast miklu meira og það ekki eins fastmótaðar hugmyndirnar eins og það jákvæðu. Það engin ein hugmynd sem hefur náð flugi, en við sjáum samt vissa hluti sem fólki til ama, eins og umferð, umgengni, átráðningur og sóðaskapur. Og þau eiga öll sammerkt að vera ummerki ferðamennsku í umhverfinu. Við sjáum samt líka að það sjaldnast fólkið sjálft sem að valda núningi, heldur það kannski ferðaþjónustan eða skipulagið og við höfum reyndar séð samskonar vísbendingar í öðrum könnunum sem við höfum verið að gera þetta. En spurningin í upphafi var hverjir eru plúsar og mínusar ferðaþjónustunar. Fyrir mér þetta svar ekkert einfalt. Plús í augum eins gæti verið mínus í öðrum. En við sjáum í niðurstöðunum að viðhorf landsmanna til fjölda ferðamanna þau reyndust ekki breytast í sama takti og fjölgunin. Mikill fjöldi eða hröð fjölgun ferðamanna leiðir ekki sjálfkrafa til neikvæðra upplifana heimamanna á fjöldanum. Við sjáum líka að þó svo fjöldi ferðamanna geti verið margfaldur á við íbúa á svæði, þá þýðir það ekkert endilega að það sé hætta á ferðinni. Sögur af vaxandi fjölda segja í raun fátt það hvenær ferðamenn verða orðnir of margir, heldur líklegra að mat á fjölda velti á samhenginu hverju sinni. En samt sem áður, þá kom í ljós að neikvæðustu viðhorfin voru að finna meðal þeirra sem töldu fjölda ferðamanna vera of mikinn. Þessi hópur ekkert mjög stór og hann minnkaði í raun og meira milli kannana, en það þarf engu að síður að hlúa vel að honum og hlusta á hann, enda þekkt að þegar íbúar finna að ferðaþjónusta farin að skerða daglegt líf, þá getur stuðningur dvínað. En við sjáum líka
að landsmenn gera sér grein fyrir bæði jákvæðum og neikvæðum áhrifum ferðaþjónustunnar. Þó svo að hugmyndir þær jákvæðu séu töluvert skýrari heldur en þær neikvæðu. Hugmyndir jákvæð áhrif þær snerust mannlíf og lífsgæði og tækifæri til að efla atvinnulíf í heimabyggð og sköpun tækifæra til tekjuöflunar sem leiða til betri lífskjara og búsetuskilyrða. Neikvæðu hugmyndirnar tengdust að mestu merkjum ferðamennsku í umhverfinu sem í raun og veru samræmi við umræðuna álag af völdum ferðamennsku á náttúru sem ég nefndi hérna áðan. En síðan það svo að ferðamennskan ekkert eins á öllu landinu. Svæði og samfélög eru mismunandi og þau eru misvel í stakk búin til að takast á við hlutina. Ég vil líta svo á að heimamenn séu og ættu að vera hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu. Þetta ekki einsleitur hópur, en þeir eiga það sameiginlegt að hafa hvað mestu að tapa og mest að vinna af ferðaþjónustu. Og viðhorfin þau geta verið fljót að breytast. Stundum þarf bara lítið til sem reynir aðeins svo mikið á þolröfin og það getur haft gífurleg áhrif. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að þeir sem eru við stjórnvölinn þurfi að leggja vel við hlustir og heyra hvað heimamenn eru að segja. Þannig að ferðaþjónustan á að byggja á ábyrgum grunni þá krefst það samvinnu til þess að hægt sé að koma til móts við væntingar ferðamanna upplifanir og sömuleiðis væntingar heimamanna upplifanir af ferðamennskunni. Það þarf einhvern balans þarna á milli. Ferðaþjónustan mannanna verk og henni hægt að stjórna. Við þurfum sjálf að stjórna ferðaþjónustunni, við eigum ekki að láta hana stjórna okkur. Þannig að þetta kannski ekki bara spurning tæknilega lausnir til að leysa málin. Það þarf líka pólitískar ákvarðanir og ekki síst umræðu það hvert við viljum stefna og hversu virði við sem íbúar viljum að ferðaþjónustan hafi í samfélaginu, ekki bara í krónumtalið. Vöruþróun og stefna eru ekki einkamál atvinnugreinarinnar. Sjálfbærni í ferðaþjónustu til lengri tíma verður að byggja á ríkri meðvitund það með hvað hætti ferðaþjónusta getur eflt og styrkt bæði byggð og samfélag. Og ég bara þakka fyrir mig.